Háskólarnir á Grænlandi og Akureyri ætla að auka enn frekar samstarf og samvinnu en hingað til hefur það eingöngu náð til vestnorræna námsins. Við hittum rektorana 2 sem voru sammála gildi samstarfs háskóla á norðurslóðum. Það er alltaf hagur okkar að vera í öflugu samstarfi við aðra menntastofnanir en hagurinn við á tengjast Grænlandi er númer 1, 2 og 3 til að byggja upp frekar. Það er norðurslóðarannsóknir sem við höfum verið að stunda hér við skólan. En ekki síður að styrkja okkur þjóðir sem búum saman á norðurslóðum í þessum, síbreytilega heimi. Þar sem að alþjóða stjórnmál blandast oft inn í okkar daglega líf. Og talandi það að jafnvel þjóðarleiðtogar bjóðast til að kaupa einstök lönd. Þannig að það er nauðsynlegt að við höfum sterkan faglegan og fræðilegan grundvöll fyrir þessu þjóðfélög að vinna með. Það er augljós samlegðaráhrif hjá okkur þar. Við höfum langa tíð verið í samskiptum við háskólan í Grænlandi, sérstaklega á milli kennara og nemenda og til dæmis verið með námslínu í vestnorrænum fræðum sem við erum með sameiginlega. Við höfum vitað lengi að það er grundvöllur til frekara samstarfs og það samtal sem við byrjum hér í dag og á næstu daga eru fyrstu skrefin í að finna út með hvaða hætti slíku samstarf er best háttað á næstu misserum. Kennara frá okkur hafa til dæmis verið í hálfri stöðu hér og hálfri stöðu við háskólan í Grænlandi að leggja stund á norðurslóða mál, heimskautarétt sérstaklega. Þannig að það er heilmikið sem við getum skipst á í upplýsingum. Þetta getur bæði verið spurningur hvernig við vinnum saman sem stofnanir. Við höfum ákveðna reynslu í fjarkennslu sem að við tölum dag sem sveigjanlegt nám eða stafræna miðlun náms. Þau hafa áhuga á að kynnast í betur. Við höfum áhuga á að kynnast betur hvernig þau hafa verið að byggja upp sín kennaranám og byggja upp aðra þætti hjá sér. Þannig að það eru hægt að vinna saman bæði á akademísku stigi og stofnanastigi. Svona til að byrja með þá eru augljós samlegar áhrif í hjúkrunarfræði, menntavísindum og sjávarútvegsfræði. Það er svona fyrstu skrefin sem við munum skoða. En það er í raun og veru samstarfsgrundvöllur á öllum þeim námsbrautum sem í boði í báðum skólum. 2300 nemendur stunda nám við Háskólann á Akureyri í sveigjanlegu námi blöndu af lotu og staðanámi. Rúmlega 700 stunda nám við Háskóla Grænlands í Nuuk, langflestir í staðanámi en þar stendur fyrir dyrum að efla sveigjanlega námi verulega, enda landið gífurlega dreifbýlt og kappsmál að ná sem allra flestum í nám. Vores studerende lidt ældre, og det kvinder, og oftest af dem, der har fået familie, de vil helst ikke forlade deres lokalsamfund. Og det har Akureyri Universitet store erfaringer med, som vi meget gerne vil lære fra. Þörfin fyrir velmennta fólk á Grænlandi mjög mikil og segir Gitte að það sé varla tími til að bíða eftir að nemendur ljúki mastersnámi því hver einasti sem ljúki bachelorgráðu fái vinnu. Með því að fjölga námstækifærum heima fyrir aukist líkurnar á því að fólk búi þar áfram. Þess vegna fjarnám afar mikilvægt tækifæri og samstarfi háskóla eins og Háskólann á Akureyri með sína sérþekkingu og reynslu í slíku námi mikilvægt. Det er meget vigtigt for alle universiteter, også her for Akureyri, for alle universiteter at være internationale. Ellers, særligt når du ikke er større universitet end det du er, så er det meget vigtigt at komme ud og samarbejde med internationale universiteter. Det er i hvert fald vigtigt for Grønlands Universitet at samarbejde med Akureyri, der på mange måder ligner Grønlands Universitet i antallet af studerende, medarbejdere og de her uddannelsesprogrammer, der findes, og også forskningsprojekter. Så det er jo 7 uddannelsesretninger, vi kan samarbejde omkring. Og for Grønlands Universitet er det også vigtigt, at vi nu først er i gang med at opbygge vores online kurser, eller det er ret nyt for os at få den læring fra Akureyri, som jo netop har næsten 70% af deres studerende, som er online studerende, og noget vi gerne vil arbejde hen imod.